Þá komið að síðasta liða á dagskrá, það skýrsla bæjarstjóra til málstekur Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að fara hérna að venju yfir svona helstu verkefni frá síðasta bæjarstjórnarfundi. Þetta var nú bara svolítið stutt, þegar ég var nú í leyfi stórum hluta. Nú í síðustu viku þá áttu ég og sveitarstjóri Dalvíkurbyggðar fund með Eyjólfi Ármannsyni innviðaráðherra þar sem vorum að ræða ferjuhafnir og stöðuna í ferjuhafnunum og svona ákveðna óvissu sem hefur verið þar árabil. Sérstaklega verið að ræða aðgengismál, bílastæðamál og öryggi vegfarenda í höfnunum. Og náttúrulega í samhliða þessu hver var ræddi ég við ráðherra hver stefna ríkisstjórnarinnar í ferjumálum og hvort það sé eitthvað á dagskrá varðandi endurnýjun á ferjunum til Grímsey og Hríseyjar. Sama dag var ég í viðtali í dagmálum hjá Morgunblaðinu þar sem við vorum að ræða sérstaklega mikilvægi millilandaflugsins, flugþróunarsjóð og áframhaldandi vinnu við borgarstefnu, svo eitthvað sé nefnt. Nú á fimmtudaginn í síðustu viku var velhefnað fyrirtækjaþing haldið í Hofi og mér langar til þess að hrósa mínu fólki og starfsfólki SSNE fyrir skipulagninguna og hvað þetta var skemmtilegt upplegg á fundinum þar sem fundarmenn voru látnir vera í framboði og búið til stefnuskrá. Þetta var mjög vel hefnað og ágætlega mætt. Og það var virkilega gott að fá fram hjá þáttakendum hvað þau töldu mikilvægast fyrir Akureyri með tilliti til samkeppnishæfni á alþjóðamarkaði og enn og eftir það millilandaflugið og innviðir sem skipta mestu máli. Og ég held að það sé okkur öllum ljóst að þetta eru þættir sem við þurfum að tryggja. Það var líka áhugavert að sjá hugmyndina sem komið fram þegar þau settu sig í þessar pólitísku stellingar og það var margt áhugavert en ég held að svona það sem allir gátu verið sammælst eins og þið heyrðuð var að breyta hitamælinum á Ráðhústorgi, að færa hann úr Krossanesinu á Ráðhústorgið. Nú í gær áttu ég og sviðsstjóri fjársýslusviðs fund með Þroskahjálp varðandi næstu skref í byggingu íbúðakjarna og það mál bara að komast á rekspöl og ég vonast til þess að það veri bara farið í að hefja þau skref sem fyrst. Nú við erum búin að vinna sem degi að Greco-úttekt, yfirferð á samkomulag vegna Blöndulínu, svo auðvitað alltaf einhverjir fundir með utanaðkomandi aðilum og svo vorum við að fara yfir lagafrumvarp sveitarstjórnarlögin. Og á morgun þá verður stjórnendadagur hjá Akureyrarbæ þar sem við ætlum að fara yfir í Sárbarstrandarhrepp og ræða saman gervigreind og hvernig við getum nýtt hana í þjónustu sveitarfélagsins. Takk fyrir. Þá hefur bæjarstjóri lokið máli sínu og dagskrá tæmd, eftirtalda fundagerðir laða fram til kynningar, afgreiðslufundur byggingafulltrúa frá 5. og 12. mars, bæjarráð frá 5. og 12. mars, fræðslu- og lýðheilsuráð frá 25. febrúar, skipulagsráð 11. mars og umhverfis- og mannvirkjaráð 10. mars, velferðarráð frá 23. febrúar og 9. mars. Hægt að nálgast allar þessar fundagerðir á heimasíðu bæjarins og ég slít fundi 19 mínútur yfir 4. Takk fyrir góðan fund.